Komið sæl blessuð, áður en byrjum þetta vídeo þá ætlum við að fá komment dagsins, það er hann Kristó. Ef þið langar að vera komment dagsins, kommenta þetta fyrir neðan og þú kannski verður næsta vídeo eða eitthvað. Spurning. Jú, Leo, núna eru margir búin að spyrja hvað heitir fullu nafni. En þú heitir sérst, þú ert kallað Leo, en þú heitir sérst Leonardo DiCaprio. Hvernig líður þér með það? Nice. Hey yo, gang, skur. Komið sæl og velkomin í þetta vídeo. Ég ætlum að þakka kærlega fyrir áhorfið á sótkvíðbyggarnir og... Ég ætla ekki að sleppa. Það creepy. Mæsað, gera svona. Þú maður, og blikkaði myndaði, eitt fyrir á. Takk svona. Varstu að prumpa? Nei. Úi! Þetta er viðbjörn, Gunnar, er þetta í lagi, eða? Rólegur. Við þurfum að fara að kíkja þetta, sko. Við ætlum að fara að hitta vin okkar, hann Birgi Hákon. Við ætlum að fara að gera síma til fólki. Yes. Já, fyrsta fórnarlambið okkar er Chase Anthony. Hann er einmitt í leynilega ástarsambandi við Sonju Valdinn. Fullt af plays á Spotify, allt þökks í Inga Bauer. Og svo er hann einnig svartur leikari. Já, Chase Anthony. Já. Já, sæll Adam heit ég. Já, sælir. Ertu truflað þig? Nei. Herru, ásaka ykkur hringi seint. Já, allt er góð. Ég er hérna markaðsstjóri hjá Models Iceland, EF. Já, akkurat. Ok. Ok, þú talið vissi ég sé ekki að trufla þig? Nei. Þannig að ég er að trufla þig? Nei, það er ekki trúflóðin. Já, ok. Ástæðan fyrir hringið þig er að okkur langar að fá þig í myndatöku og mögulega að taka það eins sem módel hjá okkur. Ok. Og við höfum... Alveg má freka vel. Er það ekki? Hérna, segðu mér, hvaða augnlit ertu með? Hvað segirðu? Hver er augnliturinn hjá þér? Augliturinn hjá mér. Já. Hazel. Hazel? Það sjá. Yes, sir. Er þetta ekki eitthvað, þú veist, MS útvarpið eða eitthvað? Nei, þetta er alls ekkert svoleiðis. Sorry hvað ég er efins með, þetta er bara svo, þetta er eitthvað... Já, allt í góð. Strákurinn að keyra út og... hittum á svo skrýtnum tíma. Já, hvernig hárið þitt? Ertu með hár bara, ég var að skoða Instagram hjá þér? Já. Og ertu bara með... Ég er með bara síkljóst hár. Ok, það er eitthvað... Ég þarf örugglega að bomba mér strípur aftur, sko. Já, við borgum það. Ok. Snillt. Já, og hérna... Segðu mér, hvað er þungur? Ég hef ekki hugmynd, sko. Það er náttúrulega búið að breyta svona í COVID-málunni, þannig að upp og niður. Svona 90-100 kíló? Nei, 7 kíló. Já, frábært að skrifa hérna það. Ok. Já, og... Ok, það sem að mér langar að ræða við þig er launin. Ok. Ok, semst að við hefum ákveðið budgetin hjá okkur. Við erum að fara núna í... Við fengum styrktaraðal núna. Ok. Park and Fly. Hvað segirðu? Park and Fly. Þeir eru að styrkja okkur núna. Já. Við erum að fara í svolítið hérna... Í svolítið svona auglýsingaherferð með þeim, sko. Gefa þeim módel frá okkur. Ok. Og við vorum að skrifa þetta upp hérna á töflu hjá okkur. Eða teikna upp á töflu hérna. Chase Anthony. Já. Og Reynir Bergmann. Ok. Þú eru þá með í auglýsingaherferð fyrir Park and Fly. Ok. Og þetta kemur fram sem sagt á strætóskýlum, blaðinu, sjónvarpi, YouTube-auglýsingum og í bíó. Ok. Já, og sjónvarpinu. Stöð 2. Ok. Og hefur eitthvað grunn í leiklist eða eitthvað svoleiðis? Nei, mjög litla, sko. Þú ert bara söngvari? Nei, þú veist, geta alveg leikið örugglega. Ok, svo erum við að pæla hérna í... Sko, við erum með budget, kringum 900.000. Ok. Ok, og við erum að pæla hvort að það væri hægt að plata því að gera Park and Fly lagið líka. Þetta er eitthvað svona sem við tökum ekki vanlega okkur en... Park and Fly lagið líka, ok. Hvernig væri Park and Fly lagið? Ertu með einhverja hugmyndir eða? Þú veist, ég veit það ekki, eins og ég er náttúrulega ekki söngvari, sko. En eina sem að mér dettur í huga er, þú veist, American Style. Hvað segirðu? Ég er náttúrulega ekki söngvari sjálfur.
Nei. En ég, þú veist, ég hugsa bara eitthvað svona gott eins og American Style. Já, akkurat. Hella lag. Já, Reyndar. bara eitthvað svona basic sko. Þetta þarf að vera í kringum 2 mínútur eða eitthvað svoleiðis. Ok. Og hérna bara tala um þjónustuna og eitthvað svoleiðis. Ok, maður hugsa þetta aðeins. Ég ætla að tjekka á þessu bara. Herru, minnsta máli, ég var að pæla, viltu ræða eitthvað um launin? Já, getur sett mig bara hvað voru að pæla í og þú veist, þá getur bara að tjekka á þú veist, þá getur spurt Sonju hvað þú veist hvað maður er venjulega að taka fyrir svona. Ég er ekkert mikið að taka auglýsingar. Nei, sko, þetta er svona 1 milljón sem við höfum í budget. Já. Sko, ég drafta bara e-mailið eftir á morgun. Ok. Sko, það kostar cirka 7 til 800.000 að gera auglýsinguna. Ok. Svo náttúrulega þurfum við líka að fara hérna auglýsingarkostnaðir sem er náttúrulega að setja hann í bíóinn og skiltin og fleira. Já, nákvæmlega. Þannig að það er svona cirka 50 skall eftir. Ok. Þú veist, og það verður það 50 skall fyrir þig. Ok. Já, við tjekkum bara á þessu. Við tjekkum bara á þessu. Sem sagt fyrir herrferðina og lagið. Já, ég tjekkum bara, sendum við bara message á Facebook. Ég tjekkum bara á þessu. Já, Ég get ekki sagt þetta núna, ég er í vinninu núna. já, hvað er þetta að vinna? Já, ég er bara að vinna enga bara. Já, frábært. Herru, hvað er netfangið þér? Netfangið? Já. Næs. Já, býta aðeins. Hvað sagðirðu? Chase @hotmail.com @hotmail.com Já, hotmail.com. Takk, ég er samband. Ok, takk á þér. Ok, við getum sendt í SMS-i hvort það getur verið